Kæru vingar, takk fyrir að þola þetta með okkur í dag. Velkomin Bjarki. Takk fyrir. Miklu myndalegri í sjónvarpinu heldur en í raunveruleika. Já, ég með svona sjónvarpsrödd. Nei, ekki. Maður reyna að finna þetta ekki með þetta nýr ströymur sko út núna. Já. En þetta virkar. Já. Þetta ótrúlegt. Við ætlum ekki þá að þetta vera eitthvað að gera eitthvað svona, hvað segir maður, að halda fólki eitthvað í hálfleik. En Nei. Við ætlum að láta vita að við lendum í svona tæknilegum örðugleikum með hljóði í fyrri hálfleik. Náðum ekki að setja inn lýsendur en við verðum í seinni hálfleik og þökkum kærlega fyrir hjálpina frá Dalvík og Reyni í dag. Heldur betur. Já, sjáumst bara eftir og heyrumst eftir nokkra mínútur. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know about your kind. And so I'll have to play. If you think you're getting away, I will prove you wrong. I'll take you
stendur ferðataskan, erðlaða góða fór með vini á hestbak, síðastir túr hann keyrði þverfag. En þegar botniði náði bara að standa upp aftur, þetta veit hver heilbit aftur, vaknandi mönnum best að lifa, híni geta bara ég þið hundar get og stefa. Ég þekki ekki annað, afi var harmenni, annar var mamma, sultuslög Gunna, systir mín, Gunna, Bruna, brósi, var örugglega vanginn, frendi, rendi mig á æskunni. Afi, ég þekki ekki annað, afi var harmenni, annar var mamma, sultuslög Gunna, systir mín, Gunna, Bruna, brósi, var örugglega vanginn, frendi, rendi mig á æskunni. Kæru áhorfendur, við vorum að detta í seinni hálfleikinn fyrir að byrja hjá okkur. Þannig að bíða Bjarka aðeins að fara við byrjunarliðið fyrir það. Já. Ekki bara að byrja á heimamann. Það Franko Larets í markinu, svo koma Þröstur Mikael, Jóhannar, Boras López, Viktor Daði, Freyr Jónsson, Bjarni Fannar, Rúnar Helgi, Áki Sölva, Markus Máni og Máni Dalsteinn. Byrjunarlið Víkinga þannig að í markinu Pálmi Rafn sem átt að spila sinn annan leik. Sveinn Gísli, Halldór Smári, Hákon Dagur, Bjarki Björn, Ari Sigurpálsson, Óskar Hauksson, Daniel Dejan Djuric, Kári Vilberg Atlason, Mattías Vilhjálmsson sem fyrirliði Víkinga í dag og Daði Berg Jónsson. Nokkur nöfn þarna sem maður ekkert séð allt og mikið, drunglið. Gaman að heyra það, við vissum ekki á því nefnilega vorum í fyrirháleik að lýsa hérna leik Víkings og IPVF hérna um Víkinni þar sem að Víkingsstúlkur unnu 4-2 góðan sigur á bara sprækuliði IPVF stúlkna. Svo bara ílendist sá leikur örlítið, þannig að við vorum hérna 2 sekundur í leik bara rétt náðum að hendunum í loftið, vorum ekki með hérna streymið alveg tilbúið, þannig að við ákomum að láta leikinn njóta vafans. Fólk hefði meiri áhyggjur að sjá leikinn heldur en hlusta á okkur. En því miður fyrir ykkur þá náðum við núna að koma okkur í samband, þannig að því miður verðið að horfa á okkur og hlusta á okkur. Spurningu þú að hafa okkur bara þetta niður í horninu. Hljómar svolítið vel. Já, prófa það. Það er skemmtilegt. Máttum að fara að búra í nefið eitthvað með leikurinn í gangi, það var gíslega leðilegt. Já, þetta er leikur sem ég er mjög glaður að við erum að vinna þennan leika því ég var að djóka í strákunum hérna í gera þannig að fór að stað norður að það væri nú gaman að fara að vinna einhverju leiki. Ég fannst þetta ekki alveg að fyndið á mér. En já, þetta við erum bara að gera 3 jafntefli og vinna 1 leik fyrir þennan leik og förum hérna upp í efsta sæti í riðlinum með sigri. Það er bara þannig. Hérna aftur að byrjunarliðinu, það er gaman að sjá hérna nokkur ný nöfn og ljóst að Arnar að skoða þarna fleiri leikmenn sem úr öðrum flokki. Nöfn sem ég hef bara hreinlega ekki séð áður. Hákon Dagur, hann var daginn í einhverju U-verkefni. Já. Daði spilaði eitthvað aðeins og Kári fyrir að vera á bekknum og spila. Bjarki Björn líka. En gaman að sjá, þetta ungt lið og gaman að sjá Sveinn Gísli í byrjunarliðinu, það er skemmtilegt. Já, og á bekknum Uggi, Helgi Guðjóns, Pablo Puniet, Karl Freyleifur, Nikolaj Hansen og Valdimar Þór. Það vantar bara Aron og Elisabeth, þá var þetta sama momentum út í HK í fyrra þegar það grænið á hlátur og sá Aron, Pablo og Bitta kom inn á einu. Það var alveg svakalegt. En nú bara leikurinn sem verið að byrja. Já. Það er bara doppelt segja hvort að hljóðið sé ekki örgulega, það gældi fínulega með hljóðið. Ég skal bara aðtöða það. Erkin hérna sérstaklega tæknumæður hérna í Víkinni. Sérstaklega góður í því samt. Hann er sætur, þess að færa hann að vera með okkur hérna.
Við viljum ekki heyra meira í nefinu á Herði Snævari Jónssoni seinni hálfleik. Það er búið að heyrast sjúga vel upp í nefið og það var einhver umræður að ná hann dómgæsluna. Það verður gaman að kíkja það í varherbygginu eftir lengur. En nú erum að lýsa hérna leiknum í búrinu, niður í Vík. Og við erum að vera síðan klukkan 12. Já, þannig að vera hérna eitthvað framöndir. Finnum fleiri leikir til þess að lýsa. Já, við lýst bara hérna bara hvað sem að gera sér saman okkur. Já, þegar sólinn sest og eitthvað. Heldur betur. En við erum hérna komin í samband við Dalvík aftur. Og út af að leikunum hvað hann er bara hann að það. Þá náttúrulega að rífa sig í gang, hann reytir hörður og henda klukkunum stað. Það er vist þetta. Það er stungur betur, eins og við heirt. Við erum rífa mig í gangi það. Þess að geta kæra áhorfendur. Hér er eitthvað börn komin hérna til þess að trufla okkur. Við þau að halda sig til haga. Svona. Þá getur þetta leikinn eftir á. Já, staðan 0-2 og við fáum hérna hotspinnu, sýnst mér. Svona smá hiti hérna í fyrirháleik, fannst manni. já, Hérna aðeins meira hitin í bjóst við. Það viðmót sem núna hefur svona kostið svona galla. já, en við gerum, Arnar, sjáu hvað hann er glæsilegur. Herðan. já, stórglæslegur. Það er hérna spinna sem við tökum. Svo vantar við vantar hann í hotninu, sjónarhótt. Þetta fá allt. Mótupolti og, nei, Kalli kominn hérna inn á. Kalli, Danni tekur vel yfir þetta, vel gert. Það er fyrir Óskar. Börki finnir Kalla, Kalli er búinn að spila held í alla stöðum eftir í sumar, nei, veitursöðu nema markið. Vann einmitt, var hann leikmaður mánaðarins á æfingum um daginn. Sá hann einmitt í Arnars búðurín að sækja sér hanska. Já, alltaf ef þessi. Já. Ásegum að við náðum því miður ekki tengja hotnið inn, en þetta er bara eins og ég í söllinni, sérst ekki alltaf allt. Það er þessi Hákon, nei, 26, það er Kári. það er Kári. Kominn með 14. Að spila þarna. Já, alltaf hérna upp í hotnið. Það er alltaf hendi hjólspilni, Ja, Óskar Örn og Herðu, Ari Sigurpálsson. Ari. Það er 3-0 Og fyrir svona. Víking. Það er bara þannig. Já, þú lést að spilast alveg þangað til að þú tókum miðuna. Já. Það er ansett síðar í Víkinni. Mér finnst að því að fólk sem að hlusti á þetta lag fái græna bólur og fögnum því. Heyrðu, þannig vinnum við boltan strax. Ari, Vel gert. hvað gerir Ari? Heyrðu, Hey. brotið á honum og sláinn yfir. Það er, hann dæmir aukarspinnu Það er eitthvað spilna og spjald. Pablo nokkur Puniet komin inn á í hálfleik greinilega Já, beint reif í fyrirleifbandi og sagði kóttu með það. Kalli og Pablo hafa komið inn á, við veitum ekki hverjir, sjáum ekki alveg hverjir hafa farið út af, en þá. Sennilega. Ok. Sjáum hvað verður úr þessu, við erum alltaf að taka þetta. Gekki Óskar, Það er alltaf, jú, Óskar tekur Ari, það. Pablo. Er eitthvað með góðan vinstri fót þarna? Það er einhverjir, hérna, vinstri fót. Líka bara spurning hvort það er einhverjum svona ungu strákum eins og Óskar eða Pablo fá að taka þetta. Já, og að spreita sig, loksins. Jú, nú sýnist það lagt ekki Óskar. Þetta er stilt upp í einhverju reynslu þarna.
grindar, þetta er mjög skemmtilegt og heimilislegt hjá okkur. Það er enginn að renna sér á þotu þarna bak við. Nei, það var ekki geggjað. Sjáum við Sölva rífa sig í gangi seinna leik og henda henni á þotuna. Þetta var að taka sín tíma. Já. Það er Pablo sem tekur þetta, það hlýtur að vera. Jú, ég held að Pablo taki þetta. Þetta var Óskar er ekki mjög einbeittur. vonandi okkur endist ævindilega að sjá þessu aukurspunni tekna. Leikunum var kalt á vellinum. Hvað gerir Pablo? Hann færir aðeins boltan til eða eitthvað? Nei. Það er bara aðeins að reikna út aftur. Ég spái hann skór úr. Bara nær. Nei. Býtu. Segir hann bara, heyrðu þessi, farið aðeins frá, ég ætla að setja hann hérna. Ég vil fá... Þetta er bara, ég heit þetta. Já. Heyrðu, þetta er... Þetta er skór úr þessu. Já. Það er farið frá. Sjá. Þessi partí hjá Pablo. Það er partí hjá Pablo að sjálfsögðu. 4-0 og við... Þetta var þessi verið að bíða eftir mér. Já. Ég kollaði þetta. Við spáðum mörkum, báðum leikjunum, fengum 6 í Reykjavík áðan. Spáðum við 4. Við eigum eitthvað inni hérna. Já. Kannski. Við höfum aldrei brotið loforð okkur að skila mörkum í leiki í Víkingstífi. Við erum búin að senda út á annað 100 marka hérna á þessu ári. Stefnur í eitthvað met. Arnar Einarsson og Kanye West, ég hef heyrt að hann sé að stælast sko hvor er á undan. Ég held að Kanye West hafi verið að stæla Arnar. Það er mjög gott lúk hérna. Gaman að sjá losna þessum flóðgáttum. Það er búið að vera svolítið erfitt undir þetta 2 leiki. Svo náttúrulega mútið Leikni sem voru bara frábær. Já, það voru 2 hérna erfiðir leikir mútið Leikni. Svo leikur upp á Skaga hérna. Hann var harður sko. Já. Hann var alveg leikur. Það var mjög kallt líka fyrir okkur sem vorum. Já, þú djókaði með það, við fórum út að hlýja okkur. Það er satt. Þetta er ótrúlegt útsýni hérna. Vallastæðið alveg gríðarlega fallegt. Hérna pressa boltan. Daði pressa vel hérna. Og hérna vona gerist ekkert tæft hérna út í horninu. Gísli, Freyr Gísli, flottur. Við mistum okkur þetta mitt í fagnaðarleiknum. Það var ekkert eitthvað... Nei. Nei, bara fínt. Bara Pablo að skora. Það er líka að koma upp í Lengjuvík í annari. Ég held það. Þetta er svona lið sem var á sikkurum skalanum á töflunni fyrra. Já. Það er bara þetta með boltan. En sama ég sé þetta alveg núna þó ég sé búin að sjá fyrirleikinn bara með öðru auganu og svona núna. Þessi lið sem að koma úr í Lengju og í annari deild þetta er bara að spila fótbolta. Það er að reyna það. Það er ógna sterkt sko. Spyrir ekki Níko Hans að fá það einhverja mínútur. Ungur og erfnilegu leikmaður. Já, og spilaði ekki vídeomóti einmitt Akranesi. Jú. Skoraði þarna jöfnuna markið. Lítið flott. Gísli. Danna, þessi boltar á sér. Rennir á vörðinu okkar. Ágætlega gert þarna. Nóttu kantinn. Og býðum myndtökumanninum að þess að hæga hann á svo zoomi. Þetta er Róanir, Pablo, afslappar og Pálmi kemur svo samvöldin. Daði vinnur boltan þarna. Hann er í þessari nýju kynslu þarna sem er 2 metrar á hæð og samt fárlega flinkum með boltan. Óskar ætla að koma hann inn á þetta. Danni. Nei, þetta er svona Hákon. Gaman að sjá að íþróttamiðstöðin er vel merkt þarna á Dalvík ef einhver týnist, þá getur bara horft upp í fjall og sjá hvað miðstöðin er.
Línuðurinn í stupp og sér þetta. Já. Hann er grjótharður. Hvað erum við að tala um Þetta er alltaf AD1 eða ekki? Þú getur bara fletta upp fyrir þér. Þetta er Sigurjón Þór Vignisson. Hann er náttúrulega norðanmaður og lætur ekki kuldan trufla sig. Ari vinnur boltar þetta vel gert og þetta á hann. Þetta spjaldið ekki. Það er gott knús þarna. Ég vil vera eitthvað að kalla þetta dómara spjöldum einhverjum hérna á leiðindum. Það er það kalt sko, það blæsa ríkur af mönnum. Bara my thoughts and prayers go out til þetta nafna mín sem stendur á myndavélinni. Dalvík. Þetta er að frjósa, hann kvartar ekki neitt, annað en ég. Mér er kalt hérna í Reykjavík. Hann er mjög jákvæður. Hann er jákvæður, hörður, það er rétt. Svo var ég hérna Gísli Gotti fór með dekki með norður, hitti hann í gær. Það er bara heim og horfa tóttunarleikin. Já, og þennan. Og þennan alltaf sjálfsögðu. Óskar. Kalli búinn að vera alveg hrikalega sprækur undir tímabilinu. Vænti mikil sem honum í sumar. Já, eins og þú sagðir áðan, búinn að spila margar stöður. Já, bara allar. Galið sko, hann var frábær, hann átti náttúrulega fyrirgefinn þarna Níko móti Skaganum. Þetta er svona, við þekkjum þetta að vera að spila boltar og maður að finna ykkur glöfur. Pabló. Gilli. Jari hérna, hann er flinkur en finnur. Hákonin séð ekki úr sólinni, en nei, þetta er hann í sendin. Grjóthörr útifellíkar í strákunum, sko, það er 9 morgun frá Víkinni. Eða réttur 9 fyrir ekki. En það lendur bara 1,5 tíma fyrir leik. Út að hitta leikur. Það gerir þetta vel þarna. Það bóttist núna hérna á Hákonin. Synd að við heyrum ekki sko í gegn hérna til okkar hljóðið í vellinum. Það væri mjög gaman. Þegar við getum fengið þeim, ekki? Nei, það er ekkert. Það er bara óskikja. Nei, við getum það bara víst. Hvað er það komið? Grænlenska tæknumanninu mér fyrir þetta. Kalli. Óskar, einn af þessum ungu efnilegu í Víkinni. Var hann ekki byrjað sem fyrsta leik það núna? Jú, hann kom inn á sem varamaður móti Ía. Þetta er sannlega fyrsti. Það var bara fyrirgefið þarna. Nú skorar hann móti Ía, er það ekki? Já, jú. Rænt. Það eru miklir yfirburðir hérna. Já, Þessum leik. þetta er svona, þeir liggja í skotgröðunum, Dalvíkumenn og reynismenn. Þarna lesar þetta vel. Já. Það koma hérna vinstri megin. Það er einfalt. Það er stöðað strax. Mikið Bjarki hérna sem er að koma upp með boltan. Finnst það, kemur hann á Gilla. Þannig búinn að skora eitt í dag. Skar Kalla, en jú, vinnum hótspilnir. Herðið standardtakk strax. Markspilna segir ágæti dómari leiksins. Það má fór svo sofa að góðstrikt í sjónvarpinu. Þetta er ekki áfengi. Þetta ekki til huga. Búið að kveikja Fljóðlaussonum á Dalvík. Það er að fara að dimma aðeins. Óskar vinnur boltann á miðjunni. Vinnur Pabló. Það er einhver einslan á milli þeirra tveggja. Einhverjir vinstri fæturnir í lagi þar. Ari kemur hérna vinstri megin. Já, við erum bara að spyrja Arnar Gunnlaugs hvað hann er að gera núna. Ari er í síðbuxum. Það er
Það verður eitthvað, það verður strikt eitthvað því eftir leikinu, ef ekki okkar menn rétt. Kalli sprettur þetta hjá Óskari, en þetta er leysið. Tveir tilbúinir. Það var skipting. Þar sem við erum ekki með sambandi við öllin, þá vorum við bara treyst á aftur, Guðalökuna. Þetta er leikmann með 16 sem er að koma inn á fyrir hérna Lættin á okkur. Við erum að fara út af. Við teimumst ykkur koma inn á. Já, ef allt er eins og það á að vera, þá er þetta Tómas Þórðarsson. Tómas Þórðar. Þetta er ekki Tómas, viltu smetla á hann fyrir mig? Það smetla á hann hérna á skýstunni. Nei, ég held að væri annar Tómas. Það er hinn, sko. Það er nokkuð Tómas Þórðarsson á landinu. Artan er að benda á að tala mikið um hálsvæðin. Já. Við höfum ekki verið að tjóka með það hérna, við skiljum ekkert hvað hann er að segja. Það er ástæðan fyrir við erum hérna í búrinu í Víkinni og hann er að þjálfa. Mjög mikið lukka fyrir Víkinga það sé þannig. Hérna Ara og hvað þólum með þessi verk sem á að byggja upp þetta núna. Já, 30 mínútur eftir að reiknum. Staðan 4-0, það er bara sigla þessu örugglega heim. Við erum þetta Óskari á. Óskar. Pressanum hjá Dalvík. Það kom eftir að það brjálast gjörsamlega leikmenn Dalvíkur og Reynis. Hvernig ekki alveg fyrir... Það vildu fá Otto Pablo hann. Otto Pablo sem Hann brýtur aldrei af sig, ég veit ekki hvað er þeir. Steig þarna einhvern Dalvíkingin út. Samkvæmt minni tölfræði sko, hefur Pablo aldrei fengið gult að rauðspjald. Nei, einmitt. Við ætlum ekkert að second guessa þá tölfræði. Nei, þetta er allt saman beint úr Otta gagnarunum. Ótrúlega heppinn með veður. Ég hugsa að það hefði verið örlítið meiri vindur. Held ég að þessi leikur hefði ekki verið sín. Ef hann hefði verið síðustu helgi. Já, það hefði ekki fengið. Nei. Óskar hérna tekur hingastið. Vinnur Anna. Leikarinn milli sín. Verið gaman að sjá smá meira direkt. Svolítið mikið að klappa hann fyrir aftan. Já, við þurfum að... Já, vitskiptingarnir á Ara. En vel gert hjá Varnar Dalvíkur. Varnar tekur þetta Það er langað að taka touchi. Eitt touch. Björki. Þetta er títundur Kári, já. Kemur Kalli. Það hárband er svakalegt sko. Já. Geggja lúk á þeim bræðrum hérna, hárbandsbræðrunum. Gilli gerir þetta vel, hann er sprækur, þetta fyrir dómaran. Heldur áfram, jæja, ég held að það er alveg skyld að stoppa. Það verður þannig, jæja. Hvort ekki við því. Kannan eins og Hans Eðbúrsson. Taka enn eitt leikinn undirbúningstímabilinu, mistum af öllu undirbúningstímabilinu fyrir ægilega hjá honum. Klatað. Inn í með þetta nákvæmlega. Ég er sammála hérna. Þetta er ekki verið Arnar Gunnlaugsson, þetta er svona Sölvi. Við erum að heyra þarna á hliðarlínunni. Ekki Óskar hérna. Og þræða nálarauga þetta núna. Þetta er erfitt maður, það er hérna 11 leikmenn þetta boltan. Við þétt. Hann dæmir þetta ekki aukaspyrnu, heldur dæmir hann útspark. Af öllu sem gæti verið dæmt þarna, þá var þetta sannlega það sem björn minnst við. Svona er þetta. Allavega þessir dómarar hérna í þessum leikur eru mjög samstíga í dómgæslunni. Já, heyrðu, þarna er herra Fossvogur. Hann er búinn að gera þessi kláran. Hann hefur þá Noregur, ekki verið í byrjunarliðinu eins og skýrslan. Þetta var sko ekki Halldór Már, þetta er Níko, ekki? Já, það er bara svipar velli sko. En hérna Helgi Guðjóns, Valdimar Þór
Ingimundarson og Nikolaj Andreas Hansen. Við innan fyrir Danna Djuric ekki. Þetta er markaskorari, Daði Berg. Og þá vera Hákon. Glæslegt. Ég held að sem bara ekki búin að klóra neina þarna. Nei, þetta var bara flott. Ótrúlega flott. Já. Þá Það er ekkert að segja hann að við sem jákværi okkar einn karl. Notað alla varamennina fyrir utan Ugga. Uggi, það þarf einhver að halda mönnum á bekknum við efnið. Ég fann það auðvitað í dag. Já. En það má skipta henni á 5 eða ekki, jú. Það var bara búið. Helgi kemur þetta beint í baráttuna. Náði ekki valda boltanum. Bolt fram Pálmi vakandi. Skrítið að sjá þarna annarkvort ekki Þóruð eða Ingvar í markinu. Vel gert þetta. Tekur Pickford. Stælar Köllu þarna vel. Þið búin að tala saman þetta? Já, ég held að þetta sé séræfingum tekið. Já, ok. Hann meikar ekki þannig sem Garda Klía væntanlega mjög ánægð með þetta. Já. Bjarki út á kant heyrist hérna úr stúkunni. Það er nú bara mjög margir vellir með hvað er kallt. Maður sér það bara hvað er kallt. Já. Gilli heppir að missa ekki boltan lengur frá sér hann. Þarna hefur maður, ef maður væri Dalvíkur megin, þá hefur maður viljað sjá hann taka sénsinn þarna. Já, bótunum. Já. Þú ert ekki með sterkar taugar til Dalvíkur? Nei, ekkert mjög. Ekkert persónulega þú? Nei. Það spila þarna á Ari, kemur hún inn á miðuna, nei. Hann bara sendir boltanum í vætunar á. Það fá hérna frábæra ábendingu frá fyrrum grænlensku tæknimann okkar, honum Helga Mælingsinni, sem að segja okkur að við séum mögulega lágir miðað við konkurrenslögin og við fögnum því að ykkur vilja heyra meir í okkur. Já, takk fyrir það. Takk kærlega fyrir það ekki. Við reynum að bjarga þessu. Við fyrir nú ekki að gera eitthvað vesen fyrir Helga, sko. Hann er okkar mikilvægasti leikmaður á áframleikinn. Óskar er búið að taka svolítið hart, það var ekki hart á hann fyrir áleik. Þá 2 tæklingar sem voru svona dýrari típunni. Var ekkert alltaf sáttur við það sjálfur. Það Helgi má bara svara mér hérna, sko. Við erum bara að gera þetta í beinum setningu. Kemur Pablo, Gilli, Ari. Við verðum að giska hvað er í gangi þarna. Gilli tilbaka. Bjarki búinn að vera mikið í boltanum hérna. Boltan er mikið hérna hjá miðvörðunum okkar. Hvernig? Það gerir Bjarki aftur á Gilla. Kári, þetta er vel gert. Það var ógulega afslappað og næs. Já, Pablo kominn hann alveg djúpt. Kalli og Nikolaj Andreas Hansen. Þá sjálf það sem hann klúrar skallafæri á markteig. Hann far eitt senn síðubót og þá nýtir hann. Þú getur ekki tekið hann út af samt, sko. Nei. Ég kannski að gera það bara út af. Já. Er ekki Mourinho þetta eins og tók mann út á að spila 10. Það klára leiki? Já, ég held að algjört. Ef einhver myndi gera það, það var það Húsey, okkar maður. Pablo vinnur boltan. Ari, Gilli. Kalli, Kári. Já, þrýstum. Liði Dalvíkur hérna alveg niður. Já, þetta Helgi býðis upp í hótni. Ari leitur hann á miðuna. Kemur boltan fyrir. Þetta er of hátt. Það greip Frank Ólafs vel. Réttur æfingabolti. Þessu þetta allir, þetta er ekkert eitthvað sem hún gerir með vinstri, sko. Þetta er vel gert í aðeins þarna. Þeir setja ágætlega, pressan er mikil og ekki mikið út að bregða.
og hann missaði boltan yngast margir fyrir knattspyrnumenn hérna á bekknum í Víking keppast að ná touchi. Já. Arnar búinn að vera frekur á. Já, hann fær ekkert meira þessum leik sko. Kalli hérna veður upp með boltan. Já. Það getur stoppa neitt. Óskar. Kann man þessu Óskar taka hérna fyrirgjöf hérna beint á kollin á Níko. Já. Dananum Knóa. Þetta krefst mikið að þólum að þetta spila svona. Þú veist, þetta er svona lítur að kýtla, snúa sig við og gera eitthvað en það er ekki partur af leikplaninu. Það er konar ansið margar snertingar í þessari sókn. Það kemur Helgi hérna vinstra megin með boltan fyrir. Vel tekið niður í Ara þarna. Það er snirtilegt. Þurfa að vera klókir. Já, vel gert. Gott vörn. Langur bolti hérna upp á kanti en hún fá að sjá sóknar hliðina á Dalvík reyni. Gilli heldur hún fyrir utan. Þessi bolt er ennþá í leik, já, ok. Helgi, nei, hann er þess ekki fyrir Dalvíkum hana 6. Það Þröstur Mikael. Gripur inn í þetta. Nú er þeirra aðeins konið fram á völlin. Þú þurfa að fara að vinna boltan, drengir. Þetta er vel spilað þarna hjá þeim. Já, sterkur. Margir sem taka Pablo svona. Skemmtileg sending. Upp í hornið og boltinn fyrir. Bjarki bjargaði þarna því sem Bjarga var. Pálmi á tilbúin þetta. Sýnst að vera Rúnar Helgi þarna nummer 18. Hann sendi boltan fyrir. Þetta mark þarna hliðarlínunni er náttúrulega eitthvað það stórkostlegt sem ég sé sko. Það sér ekki. Þegar Pablo stæði þú veist hérna. Það sæðir ekki Pablo. Nei. Heldur hann horfa á þessu leiki eftir hann? Ég held ekki. Það var eitt nókaður. Herru, þetta er tekið Þetta er tekið langt eiginlega, já, en tilbaka. Og Pálmi með þetta. Og tekur Pickford þarna í leiðinni. Hvað aðeins farið í hann. Reverse Pickford. Sér það gæðan og jeppar mann upp í hlíðinni. Tjöfell er þetta vel gert maður. Það vantar alveg inn í Víkina. Það er svona landsbyggðarstemming að sitja inn í bíl að hóra fótboltaleik með miðstöðin í gangi og borða rúskísamlokk. Já. Þetta þekkir margir frá Hásteinsvelli á flott sendingin í gegn. Frábær sending. Nettur út að fótbolti. Heyrðu, wow, hann skildi hann eftir á skautum. Wow. Fór slanna aftur fyrir. En búið að dæma rangstöðu. Var þetta Valdi? Sem var hérna á fjær? Já, syndist það. Það var vel gert hérna. Og gjörsamlega skildi Dalvíkumann eftir hérna. Já. Bolti upp. Nikolaj Hansen mættur í skallaboltana. Þetta myndi ekki miklu. Vel genast ég búinn að stila þessu Hann kemist inn í þetta maður. Gilli misti þarna boltan. Bjargar þessu, Ari Pablo leysa þetta. Við setjum okkur í smá óþarfa pressu hérna en ég leysa þetta bara aftur. Það getur verið ótrúlega gaman að hlaupa á þetta svona boltum sem hitliði sko. Já. Alveg meira eftir örgulega. Lítur ekki að vera erfitt að halda sér mótiverðum 90 mínútur. Halli stingur hún. Geitin hrasaði þarna á leiðinni gegn. Nú sjáum við ekki alveg hvað er í gangi eða er yngast. Gilli tekur þetta. Sendir hérna á Valdamjar. Sjá, sem kemur boltanum á Helga. Farið tilbaka, býtu. Vindtökumæðurinn aðeins í smárugli. En þetta var næstu í mark. Vel spilað þarna hjá Helga og Valdimar. Já, bara mjög vel gert. Bara hálf orðlaus hvað þetta vel gert. Alltaf að tjekka á hérna hvort allt sé að virka. Þessi kvíði, innbyggði kvíði. Alltaf virka. Fyrir þetta fyrirháleik. Fyrir þetta fyrirháleikin. Hann virkaði nú samt ágætlega myndalega sig. Og hérna fengum að sjá þetta á Twitter. Skjáskotturinn sagði hvergi heiminum á Íslandi séu svona á alla staði sko. Pálmi komið langt út af. Settur undir pressu þarna.
Hvað gerir hann núna? Já, hann leikur sér ekki eldur en tvisvar. Það setur hennar bolt út af. Þessi Brendur Pálmi Að forðast. eldin. Já, sorry, ég byrst afsökunar á þessu grunni. 15 mínútur eftir 2 mörk í hvorum hálfleik. Já, ég held að það er 1 mark eftir í þessum leik. Allavega. Ég held að Dalvík getur að setja líka þar. Já. Það er gaman fyrir leikinn. Ég myndi að tökum að það sé reynilega frosinn. Já, hann er sannlega frosinn. Fastur í myndavélina. Minnum að ná að rífa sig í gang hérna. Hann, jú, hann er lifnaði við. Helt heitir vatn á hann. Þjálfari Dalvíkur hérna baðar á töndum. Ekki ánægða með pressuna. Sendir á arf. Góð skipting, hann er ekki rangur. Nei. Veitu hvað? Nei, hann hendi. Já. Eða hönd. Já, hönd. Já, einmitt. Þarna var það hönd í bolta vantilega sem hann dæmdi. Já. Einmitt. Já. Líkilega, Gefum honum að þetta sé bara rétt. Já, sko, við erum inn í einhverju búri hérna upp í Vík, sko. Leikurinn er hérna 6 km burtu. 6 klukkutími burtu, segi. Og við veitum ekkert hvað klukkan er á Dalvík, sko. Nei. Það er náttúrulega night country hérna fyrir norðan, sko. Það er bókstaflega þannig. Já. Pablo. Valdimar að vinna vel hérna, kemur boltarum á Pablo. Við býðum með fókus. Fáum hann. Og Gillin. Við erum að sjá Óskar spila fyrstu 90 mínútur. Það er magna. Það var einhver orðrómar að hann myndi spila eitthvað með okkur í sumar og með það þá hann er ekki að spila lítið. Hann spilar ekki minnst ekki neitt, það er klart. Já, hann spila meira allavega so far heldur en ég bjóst við. Tökum maðurinn aðeins, komin í kaffipásu sem er og brot. Þetta var rosalega flott hjá mér þetta. Alla með svona myndælina ekki. Jú, það er mjög margir búin að hringja mitt inn og við erum að fá meira svona. Aðeins meira fram. Jesús góður. Og það fengu ekki rigninguna hérna og 60 hittan á Dalvík kannilega, svo við. Já, það vinnur boltan. Valdimar hérna kemur húnum á Nico. Þetta er aukaspyrna. Þetta líkaði áhörundum í Dalvík. Já, svona já. Þetta var, hvað leikmaður var 16, Tómas Þórðarsson sem að braut þarna á skipting. Þetta lagi á Dalvík og við setjum Ugga inn á. Já. Það verður ekki reynst okkur vel að setja hann inn á Lengjubikarleikjum. Nei. Það var, þetta er gamall og góður rótgróin víkingsbrandari hérna. Heyrðu, sástu krakkan? Nei. Það er að renna sér þetta fyrir ofan. Sérðu brekkuna? Já, heyrðu, vel Þetta gert. geggja maður. Það er ekki krakkar hérna að renna sér í víkinni. Við erum bara heima í PlayStation. Það er leikmann með 14 sem er að koma inn á. Mikael Aron Jóhannsson. Sýndist þér að nýjan sem þetta, ég er ekki viss. Jóhann Örn sem fór út af. Það er einhvern 9 eða 10 fór út af. Ok. Við verðum bara vona að við höfum rétt fyrir okkur. Enda er mér alveg saman, sko, þegar engar afleiðingar fyrir okkur. Nei. Þannig að, alltilega. Leikurinn verður ekki kærður. Nei. Gilli kemur svo upp öll hérna, Nico sterkur, finnur Ara. En það bara verður svo. Vel gert, Gilli. Skýt sem þó þessi kalt grasið. Hann var búinn að setja vaselín á nýjan á sér fyrir leikinn. Svo hann ná að renna vel. Hann smyr sig alltaf fyrir leiki. Já, það gera það alltaf. Það er magna. Já, ok, nú þurfum við að fá eitthvað að gerast hérna. Þurfum við að fá eitthvað færi eða eitthvað á síðustu 10 mínúturnar. Mjög þröngt hérna. Já, Dalvík vinnur boltann. Það er bara sýning, það er hælspyrna og... Já, það er bara... og allt. Það, ég sá ekki hvað áttu við þetta. Það fór þetta í helga. Já, ég held að Dalvík á þetta.
það kom markið á góðnum. Greip bolta. Já. Sýnst þetta að vera leikmaður nr. 7 þarna með rispu upp hægri Björgvin Máni. Og Markus Máni líka. Og Máni. Já. Jesús góður. Við dílum við dísirnir hérna í Víkinni. Já. Það eru Mánarnir á Dalvík. Já, þessi bolti eftir fyrir og Pálmi Rafn kemur boltanum í leika aftur. Rætt og örugglega. Bjarki vel gert. Já, hér kemur pressa hérna frá Dalvík. Já. Þetta leysti vel hérna. Hægra megin. Níko bara að reyma, spakur. Ekkert stress. Fyrirliðanum okkar. Óskar kemur hérna tilbaka. Pablo, Kalli, Bjarki og Gilli. Já, vel gert í vara. Frábær sending á Helga. Vonum að Helgi komið boltana fyrir úr myrkrinu þarna. Jú, Finnur. Hvern? Þessi fór ekki eftir fyrir. Eftir fyrir. Eitthvað gerist núna. Jó, innkast segir dómarinn. Aðstofdómarinn flaggar Ég fekk svona tilfengi að halla með fram eins og þurfum ég eins að tala því að það gengur í stekki núna. Það var gerð tilraun að færa þetta eins lengra en það sló alltaf út fjöldinginu. Já, ok. Og hérna þessast 3 fjöldingi eru nóg til þess að það virkar. 4. Er ekki. Gilli hérna í þrengri stöðu. Bjarki, Pablo, leysa þetta vel. Pálmi Rafn. Hákon 26 eða ekki. Kári fyrir ekki. Já, Kári 26. Hákon 14. Það munið þetta. Farin út af. Kemur Ari. Þessari megin. Gilli. Hvað er bara með það fyrir? Náðu ekki að lifta honum hérna en Ari gerir þetta vel, þetta er vinnur. Boltan. Fyrir, þarna er engin og það er ástæða. Hefur það klárað? Jú, það er 5-0. Var þetta lagið þá? Nei. Þá verðum við, það var allt vitlaust hérna. Ég ætlaði að róa sniða því að Víkingur fjóralögur kvenna var að spila hérna áðan og ég ætlaði að setja barflæg á þeirra skoruð. Já. Það var með tilkynnt það formlega af Gunnar Magnúsi. Varst það þú sem sagði mér það? Nei, Gunnar Magnús. Gunnar Magnús, það mætti ekki spila barflæg fyrir leiki. Það var óhafa. Það er bara í manifestinu frá Gýrdal. Já, það þarf að taka völdina þeim manni sko. Hann er alltaf valdamikill inn í Víkinni. Sjá hvað gerist hérna. Kári, nei, Kalli náði að vinna þennan bolta. Pablo. Það var sjálfsögðu Kári en ekki Kalli. Einmitt. Ég bara, vildi ekki vera leiritt að þig. Nei. Þetta verður að ganga hérna núna aðeins. Ég var að fara að segja að Danni ekki sést mikið. Fór út af fyrir 20 mínútur síðan. Það er ánægð með hérna Bjarka og Kára. Já. Og komið vel út. Það virkar mjög traustir. Þannig að það er ungi leikmenn lítið sem spilaði mörg ár með liðinu. Já. Já, þeir ætla bara að halda þessu svona og þetta bara að vera þetta possession-æfing eða? Já, ég held að ég slá að metið þarna í fjölda snertinga fyrir mark. Já, hvað var þetta marga? 22 á Valdimari daginn. Já. Við erum okkur komið vel yfir það núna. Ef þetta enda með marki þá sendir Arnar Gunnlaugsson skilaboð og biður að klippa saman 87 mínútna klippu á þessu marki. Já, vel spilað þarna Óskar. Já, það er annað tækifæri. Baðst afsökunar á þessari sendingu, það var mjög gaman. Kannu sé það. Kalli. Sjóstu þetta? Já. Þetta með fyrir. Já. Það var ágætið sendingarna en ekki voru ná Níko. Dalvík koma hann í sók. Já, vel gert þarna. Gilli gerir þetta vel. Með tröllavexti. Friðhildingurinn Knái. Kom til okkur fyrir þar síðast tímabilið ekki. Var í fyrra á láni að Fylkir spilaði með okkur smá í byrjun. Mér finnst það að tekið hérna, fengið sér nóg að borða í vetur. Svona ég breiður og ég, cirka.
Eða við báðum þetta saman. Já, það er svona, já, og Gunnar Magnús. Ó, Kalli kemur hann í hornið, vel gert. Þar. Snýr hérna við. Kári. Verki. Góð skipting að þau eru Ara. Sjáum ekki alveg hvað gerist þar en það er vantilega innkast. Við kynum bara ráð fyrir að Ari hafi mist boltan út af. Sendingin var fín. Já, Það skrifast alfarið á Ara, Sigurður Pálsson. það er út af buxunum. Já, hann bara, veist, kom eitthvað svona neisti í buxunar. Já. Náði ekki að teygja sig. Fimm mínútur eftir og það var vanlega bætt við Bergurinn 2-3 mínútum. Finnst mér líklegt. Já. Það er bara skiptingarna sem að hafa verið tafirnar hérna í Það seinna var eitthvað smá nutt að náðan eitthvað Já. sem allir telst með þetta. 85 eða? 85. 85 segja okkar menn. Við létum hann vita í fyrirháleik að það væri hægt að heyra hvað hann sagði. Já. En það var hann ekki lengi að lækka í sér. Og hann vildi ekki vera sá hörður sem væri með mestu stælana og svona. Nú á þeim. Það er ekki lítið frambúð að þeim. Hún er þetta svona, þetta er búið að fjara svolítið út núna í lokin. Það er lítið Já. færi, veistu. Fín svona æfing að láta boltan ganga. Hörðu, Það er vel gert þarna. koma boltana fyrir. Og Saði þetta, Já, Pálmi segir bara, hvað er ekki, sástu hvað þetta? Það var bara standard þarna, sko. Mikael Aron með bara fína tilraun hérna. Það var bara, já, þetta var bara mjög vel spilað. Hver var þetta sem vann boltan? Var það nummer 7 sem vann boltan á miðinni? Nei, hver var þetta sem vann boltan á miðinni? Ég var það ekki 7? Já, Björgvin Máni. Spilaði í 10. Gert. Gilli, þetta tilbaka. Kári, Óttur snjórinn hérna. skorar minnir á ungan Bata Hall með árgræslunum sína. Þetta er fallegt, sko. Mikill aðdáðandi. Og tenging. Hérna kemur Valdimar. Óskar. Kalli. Já, Kalli sendir hann fyrir hérna. Og fyrirgjöf þetta. Næstu á kollin á Ingo. Nei. Helgi með skot en þetta varði Franko Lalets. Ég fekk bara næstu í svona aðsvif af Já. spenningi. Heyrðu, það er stungusending. Já. Og En skot og, heyrðu! þetta var Vá! rétt framhjá. Þetta Já, var hann rétti bara upp þumalinn. Það var flott sendingi. Þetta var kelk sendingi markmanninn. Tómas Þórðarsson hérna með ágætist tilraun. Já, vel klárað. Setti Pálma í smá vandræði þarna. Já. Og myndatökumann. Já, og okkur, ég er bara alveg eftir þetta, sko. Skilst nefnilega okkar menn alltaf stoppa blönd á sig. Já, ok. Já. Þú panta borðið það. Nico Hansen vildi það, sko. Það borða Akureyri? Nei, Blöndós. Takk fyrir. Það þurfti ekki að ræða frekar. Nicola Hansen ræður öll í þessu klúbb. Þessi Dani ráða náttúrulega bara öll á Íslandi. Ég veit það. Ég sagði það við hann. Tók einangunan brandara. Hann hló ekki, sko. Já, vel leist þetta í Dalvík. Já. Það er að vaksa þess ásmennin í lokin. Já, Gilli brotlegur hérna. Réttilega dæmt. Það fá ekki bara guld. Ég held að dómarinn hafi skilið spjöldin eftir í klefanum. Já, kannski var þetta svona spjaldalaust dagur eins og var í Já. kvennaleiknum áðan. Algjör óþarf að vera að spjalda. Já, vel gert hjá með það. Það er svo sér. Þetta er vasshallinu mikill hann að fer. Já. Fjöllin tóa svolítið í mann hana. Vinstri kantinum. Ég er svolítið alveg fegin. Þetta er ekki jafn skemmtileg útsending. Þetta verður spítið og sko. Þetta er aðeins skemmtilegra svona lifandi. Fíla þetta. Þú veist eftir fókus og svona eitthvað stund. Og vanti vinstri kantinn. Já, það er bara óþarf að hafa vinstri kantinn. Ari Ég er að drepast á kulda. Hötti er að drepast á Já. kulda og við skiljum að vel. Þökkum honum kærlega fyrir. Sendum honum kaldar. Nei, heita kveður. Sendum honum hérna sviðsmiss í pósti á eftir. Þetta var skrítin sending hérna tilbaka. 89. Ákvæðið 89 á klukkuna. Hötti farin að telja niður. Og kemur þessi sending hérna inn fyrir. Þetta er fyrirgjöf og
hvernig er þetta ekki mark? Nei. Við höllum okkur alveg fram að það spenningi. Þetta var markið sem að ég var búinn að panta. Já, þú lofaðir þessu marki og svo stendur ekki við neitt. Já, Það er nú ekkert nýtt reyndar. venjulegum leiktíma lokið. Trúi bara ekki að komast í gegnum þetta klakklaust maður. En magna. Það var ekkert skiltir sem fóru upp. Fáum mörgulega að heyra frá þetta eftir smá stund. Klálega ekki miklu bætt við 2-3 ár. Kalli að leysa á þessu formi. Já, þarf að setja þennan upp í loft. Þetta kallar maður. Þetta heitir að vera Pablo Puniat. Shit, hvað það vel gert maður. Harri. Þetta Nico í stungun upp í hornið. Helga. Endum þetta markið strákar og þar er Óskar Örn Hauksson, Geitin sjálf, hann leikur sér á manninum og finnur Ara sem að klára þetta. Yes! Geitin klikkar ekki. Já, það var endaði þannig að ég fekk þetta mark sem ég pantaði. Vittu við, það eru Dalvíkar að gera skiptingu, já. Það er markmannsskipti bara. Ísak Andri Maronsson er að koma hérna inn á markið, staða fyrir Ranko Lalic. Býtu, heitir hann ekki Ísak Andri Maronsson Olsen? Ó, já, fyrir. Já, slum ekki fara með rangt mál hérna þakk. 5-0, lofaðir þessu og þú stendur oftast við þín orð, sko, mátt eiga það. Sjáum hérna, Bjarki, nú lítur leikunum bara að vera... Já, þetta er... Ef hann er ekki búinn, þá er hann við það að vera búinn. Líklegast ekki nema mínútu eftir, eitthvað slöðis. Það var fínt að... Pablo stingur mig fyrir Ara þarna. Geggjusending. Helgi... Innkast. Það er innkast, dómarinn fann að líta klukku sína. Ætla að sé líka svona þegar Rikki G er að lýsa leikjum, það sé bara konuna og börnin að ringi hann og senda SMS og svona. Pottþétt. Þetta er ótrúlegt. Áreiti. Bjarki og Helgi hérna. Ég bara ringi að þetta er búið. Nei, heyri í okkur enn, sko. Já, við heyrim í ykkur. Það er rétt, eins gott þið segið ekki eitthvað ljótt okkur. Nei, þetta er búið að þökkum Dalvíkurmönnum, reynismönnum aftur fyrir frábæra hjálp í dag við að koma svona leik á. Það er ekki rætt á þeirra. Við lofum að hafa þetta stutt hérna þegar dómarinn flautar af svo þau geti komið sér í hlýjuna. Heldur betur. Markus Úðarður. Hvað gerir... Já, býtu, ég vissi að kemur ykkur langur bolti hérna. Ari, nei. Þetta var sannlega síðasta færi í leiknum. Já. Sýnist dómarinn að flauta þetta hérna af. Flautar þetta af. Þetta er góður sigur okkar Víkinga fyrir norðan. Við sættum okkur 5-0 sigur. Þannig að við sáum 9 mörk í dag hjá Víking. 2 mörk fengin á okkur. Það er leikur núna fljótlega. Við kíkja það örsnögt. Já. Fyrst við erum með þetta framan okkur. Við erum með hérna fyrir framan okkur að í Lengjubikar í A-deild karla. Nú fara strákarnir erlendis í hérna í æfingaferð. Já. Og þeir eru búin að ljúka sínum leikjum í þessum riðli. Ljúka hér keppni. Já, og ef að... Með 9 stig. Já, þannig að nú er bara spurning hvað gerist þar. En næstu leikir hjá okkar liðum eru mjög einfaldir. Þar erum við að horfa á að það er leikur mútið hjá stelpunum 15. mars, veit ég. Það er, næstu helgi? Það er leikur núna á föstudaginn. Þá koma Þróttara stúlkur í heimsókn í Víkina. Já. Og viku setna koma F-fæðingar í heimsókn. Já. Svo fara þær í æfingaferð. Já. Þannig að við sjáumst bara fljótlega aftur. Takk fyrir okkur í dag. Yes. Og Svala, ætla ekki bara að segja hæ fyrst út í myndinni hvort þið er. Hæ, þetta er Svala. Herru, takk fyrir okkur í dag. Sjáumst. Bless.